Ég ætla að renna yfir hérna hvað við ætlum að gera hérna í verkefnum sem við ætlum að teikna eldhúsinnréttingu. Fyrir verkefnum erum við búin að teikna fataskápa í herbergin hérna. Við erum búin að teikna baðherbergisinnréttingu og við erum búin að teikna þvottarhúsinnréttingu, sjáum við hérna. Það er hvað gengið til hjá mér, aðja, það laði það seinna. Ég ætla síðan að fara hérna yfir þessa hérna innréttingu sem er eldhúsinnréttingin og ef við skoðum aðeins grunnmyndina á húsinu ykkar og sjáum það að ég er búinn að breyta veggjónum hérna aðeins til þess að koma svona innréttingum fyrir. Það eru engar stórar aðrar breytingar nema við tókum niður einhverja létta veggi og bætum við smá veggjum til þess að geta unnið þetta. Við kíkjum hérna á þetta 30 hérna, þá sjáum við svona lítur innréttingin út. Það er sem sagt, hérna er burðarveggurinn sem er orginal, við höldum honum og ég breytum þessum hérna veggjum hérna, bætum hérna við léttu veggjum, sjáum þessar sem er að ljóma. Ég smíða upp veggi hérna í kringum eigina líka og svo rauða veggi sem er hérna baka, hann er líka léttu veggur, styrkgrind í honum. Svo er búið að gera hérna fyrir ofan heldur svo hérna er lítið, ég bjó bara til rúf til þess að ramma af eldhúsið, sjáðu. Ég meit falskan vegg hérna uppi og svo er ég búinn að búa til svona niðurtekið loft hérna, svona hluta til, svo smá stælari til þess að ramma þetta ennþá meira inn og til þess að auðvelda okkur lífið í sambandi við viftuna. Ástæðan er sú að lofthæðin er svolítið mikil hérna. Ég ætla aðeins að hækka hérna skurðinn. Þannig að sjáum við hérna á hliðinni, þetta er hérna það sem afmarka þakið hérna, hallin. Þakið er hérna uppi. Svo lofthæðin er svo mikil að það er svolítið ljótt að hafa háinn hérna beint upp úr en þetta er miklu fallara svona. Og þetta gefur þá kannski möguleika okkur lýsingu hérna í þessu hérna falska lofti fyrir eiguna. Þannig að innréttingin sjálf er svo sem ekki stórkostlega flókin. Það er skápur hérna sem er fyrir innbyggðan ísskáp. Sjáum hérna, það er ísskápur hérna inni. Það er annar skápur hérna sem er þá fyrir ofninn. Og svo eru grunnskáparnir hérna undir, hérna megin, þessi þrír hérna og hinir sem við sjáum hérna í eiginni. Hoppaði að koma mikið hérna á músík. Allir þessi grunnskápar, þessi þrír og þessir 5 sem eru hérna undir, þetta eru samskonar skápar. Þið finnir síðan fjölskylduna, það er að segja vaskinn, helluborðið, háfinn, ofninn hérna, ísskápurinn og þessi litla kaffivél hérna sem við sett inn sem skraut. Þetta finnst inn á innunni og þið setjið það bara inn eftir hentuleika. Einnig er að finna inn á innu með teikningar, 2 blaðsíður. Annars vegar er þessi blaðsíða hérna sem sýnir grunnmyndina. Við áttum okkur á hvað að gera hérna er ísskápurinn, hérna er eldavélinn, eða ofninn fyrirgefðu. Hérna er punktarinn sem skilgreinir efri skápana og síðan er eigin hérna. Hérna sjáum við gefinu stærðin á borðplötunum hérna, 900x3220. Borðplatan hérna fyrir vegginn er 1808 og þið sjáum hérna að hérna eru 600 skápar allstaðar í öllu og það er 10 mm bil hérna. Sjá, zooma þess hérna inn. Sjá hérna uppi 10 mm bil hérna á milli fyrir flatningu og þenslu. Svo sjáum við hérna fyrir ofan eigina sjálfa, ekki eigina fyrirgefðu, þetta er niðurtellanloftið yfir eiginni. Síðan er hins vegar þá að þessi hérna teikning sem sýnir sniðin, það er skurður A og B. Sýna svona helstu mál á teikningunni. Það er ein þrívíddarmynd af innréttingunni hérna og
þessar teikningar hérna tvær er í 1/20, þessa hérna, og þessi hérna er 1/5. Svo kemur hérna smá brot sem sýnir okkur hvernig við tökum handfangið hérna í skápaðhrunni og hún er þá sett í 1/1. Ég vona að þetta skýri verkefnið. Síðan alltaf eru síðan að finna kennslumyndböndar sem ég fer yfir helstu atriði og útskýri hvernig við framkomum þetta og hvernig við teiknum þetta í rifrinu.